Leyfðu mér að spyrja þig eitt. En það að komast til himna væri í raun undir því komið hversu góð við erum, hvernig myndum við nokkur tíma vita það með vissu? Suma daga finnst okkur eins og okkur gangi vel, en aðra daga ekki eins mikið. Það er alltaf þessi óvissa. Hvað ef ég segi þér að Biblían kennir í raun að þú getur vita með vissu að þú eigir eilíft líf og að það snúist alls ekki hversu góður þú ert? Ég geri mér grein fyrir að þú veist líklega nú þegar og trúir einhverju af því sem ég ætlaði að deila. En ef þú dvelur við mig í aðeins nokkrar mínútur, skal ég sýna þér, beint úr orði Guðs, sannleika sem mun breyta því hvernig þú sérð allt, hversu einfalt það er í raun að vera hólpinn að eilífu. Það fyrsta sem við verðum að skilja er að við erum öll syndarar og þurfum frelsara. Í Rómverjabréfinu, 3. kafla, versi 23, segir Biblían: Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Synd er þegar við brjótum eitt af boðorðum Guðs og Biblían er skýr að við öll höfum gert það. Jafnvel besti einstaklingurinn sem þú getur hugsað þér er ekki fullkominn og hefur brotið lög Guðs einhvern tímann í lífi sínu. Slæmu fréttirnar eru þær að það er refsing fyrir að brjóta lögmál Guðs. Í Rómverjabréfinu 7. kafla, versi 23, segir í Biblíunni: Því að laun syndarinnar er dauði. Það sem við erum syndarar verðskuldum við dauða. Augljóslega munum við öll deyja líkamlega einn daginn, en Biblían talar annan dauða, dauða sálarinnar í helvíti ef við erum ekki hólpin. Í Opinberunarbókinni, 21. versi, segir: Allir legarar munu fá sinn hlut í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Það á við þig og mig. Jafnvel þótt það eina slæma sem við höfum nokkur tíma gert hafi verið að ljúga, þá höfum við samt brotið lögmál Guðs og verðskuldað að fara til helvítis. Það snýst ekki hversu mikla synd við höfum eða hvers konar synd, heldur einfaldlega sú staðreynd að við höfum synd og Guð getur ekki leyft syndinni inn í himnaríki. Svarið er ekki að við verðum að losna við syndina á lífi okkar, við vitum öll að við getum ekki gert það og Guð veit það líka. Þannig að hann gerði okkur kleift að frelsast frá helvíti og fara til himnaríkis, ekki byggt á okkar eigin réttlæti, heldur á réttlæti Jesú Krists, segir í Biblíunni. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur dó fyrir oss, meðan við enn vorum syndarar. Guð Faðirinn sendi son sinn, Jesú Krist, í heiminn og í Biblíunni segir: Guð opinberaðist í holdinu. Hann var fullkomlega maður og fullkomlega Guð og lifði fullkomnu, syndlausu lífi. Hann braut aldrei eitt af boðorðum Guðs. Hann lifði lífinu sem við gætum ekki lifað, lífinu sem við þyrftum að lifa til að komast til himins. Síðan dó hann á krossinum fyrir syndir okkar, fór til helvítis fyrir okkur og reis upp á 3. degi. Og nú, vegna fórnar Jesú, getum við komist til himna sem gjöf, ekki sem umbun. Í Rómverjabréfinu 6, versi 23 segir: En gjöf Guðs er eilíft líf fyrir tilstilli Jesú Krists, drottins vors. Þannig að eilíft líf, það er himinninn, er ókeypis gjöf. Í Efesusbréfinu 2. kafla, versum 8 og 9, segir Biblían: Því að náð eru þér hólpnir fyrir trú, og það er ekki frá yður sjálfum, það er gjöf Guðs, ekki af verkum, svo að enginn geti sterkt sig. Ég trúði því áður að himinninn væri umbun fyrir það góða sem ég var að reyna að gera, fyrir þjónustu mína við Guð og viðleitni mína til að lifa rétt. Sannleikurinn er sá að ég treysti á sjálfan mig til hjálpræðis og vonaðist til að góðverk mín myndu vinna mér sæti á himnum. Það var vandamálið. Jesús var ekki frelsari minn vegna þess að ég var að reyna að vera minn eigin. Góðu fréttirnar eru þær að allt sem við þurfum að gera er að taka á móti hjálpræðinu sem gjöf, gjöfinni sem Jesús hefur þegar borgað fyrir. Það sem er því ljóst er að við erum syndarar á leið til helvítis, en Jesús dó fyrir syndir okkar, var grafinn og reis upp.
Nú býður hann upp á hjálpræði sem ókeypis gjöf og það er ekki eitthvað sem við áunnum okkur. Það er eitthvað sem hann áunni sér og býður okkur upp á. Þetta snýst allt hann og fórn hans fyrir okkur. Í Rómverjabréfinu 7. kafli, versi 23. segir að gjöf Guðs sé eilíft líf og orðið eilíft þýðir að eilífu. Leyfðu mér að spyrja þig, hversu oft þarftu að taka á móti gjöf sem varir að eilífu? Bara einu sinni. Hjálpræði er einskiptis atburður þegar við treystum honum til að bjarga okkur og hann gefur okkur eilíft líf. Hjálpræðið er eilíft vegna þess að Jesús hefur þegar greitt fyrir allar syndir okkar, jafnvel þær syndir sem við munum drýja í framtíðinni, þær hafa þegar verið greitt fyrir. Þú gætir verið að velta fyrir þér. Ef við frelsumst einu sinni, þýðir það þá að við getum bara lifað eins og við viljum og farið til himna? Það er góð spurning og svarið er já, því þegar við frelsumst verðum við börn Guðs. Svo, með þá vitneskju, vitandi að ég er frelsaður að eilífu og barn Guðs, ef ég brýt boðorð hans og synga, mun hann leiðrétta mig hér á jörðu, en hann mun aldrei senda sál mína til helvítis, vegna þess að hann er frelsari minn og faðir minn. Hjálpræðið er auðvelt. Það er ókeypis gjöf sem Jesús greiddi fyrir, en göngu okkar með Guði eftir hjálpræðið, eins og hvert annað samband, krefst vinnu, en þau eru aðskilin. Þú getur frelsast og átt slæmt samband við Guð, en þú ert samt barn hans. Þetta er mikilvægt, vegna þess að ef ég trúi því að ég geti mist hjálpræðið af hvaða ástæðu sem er, þá er það sem ég í raun trúi að hjálpræði mitt sé undir mér komið, en ekki Jesú og fullunu verki hans, sem þýðir að ég treysti sjálfu mér, en ekki Jesú. Þegar ég trúi því að hjálpræði sé eilíft, sýnir það að trú mín er 100% á fórn Jesú og að það sé nóg til að bjarga mér. Það hefur aft að gera með það sem við treystum í raun á að fara til himna, annaðhvort við sjálf eða Jesú. Þess vegna segir Biblían í Postulasögunni 16. versi 31, og þeir leiddu þá út og sögðu, Herra minn, hvað á ég að gera til þess að ég verði horfinn? Þeir sögðu, trúðu á Drottinn Jesú Krist og þú munt verða horfinn og heimilið þitt. Takið eftir að það eina sem þar segir að við þurfum að gera til að frelsast er að trúa. Í Jóhannesi 3, 16. kafla sagði Jesús, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þú gætir sagt, jæja, ég trúi nú þegar á Jesú. Og ég efast ekki að þú hafir trú á Guð og trúir því sem stendur í Biblíunni. En að trúa á Jesú og treysta á hann einn til hjálpræðis eru tveir ólíkir hlutir. Áður, þegar þú trúðir því að himinin væri umbun byggð á verkum þínum eða að þú getir mist hjálpræðið þitt, þá treystirðu að lokum á sjálfan þig til hjálpræðis en ekki á Jesú. Ég skil að það setur þig í auðmjúka stöðu og ég man þegar einhver sýndi mér þetta og ég þurfti að ákveða. Ég gat haldið áfram að trúa því sem ég gerði áður eða trúa því sem orð Guðs sagði og breytt því hverjum ég treysti til að bjarga mér. Að öðlast eilíft líf er að hætta að treysta á annan Guð eða sjálfan sig, halda að við munum nokkur tíman vera nógu góð til að vinna okkur inn í himinin og treysta bara algjörlega á dauða, greftrun og upprisu Jesú Krists og að það sé það eina sem mun bjarga okkur. Vinur minn, ef þetta er rökrétt fyrir þér og þú sérð hjálpræðið greinilega í fyrsta skipti, þá mun Guð gefa þér eilíft líf ef þú einfaldlega biður hann það. Í 10. kafla Rómverjabréfsins, 9. og 10. versi segir, ef þú játar með munni þínum Drottinn Jesú og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, þá munt þú horfinn verða. Því að með hjartanu trúir maður til réttlætis og með munninum játar maður til hjálpræðis. Ef þú trúir þessu í hjarta þínu, þá játaðu það fyrir Drottni og hann mun frelsa þig að eilífu. Ég vil gjarnan leiða þig í þeirri bæn. Þú mátt endurtaka eftir mér, kæri Guð. Ég veit að ég er syndari og að ég á skilið að fara til helvítis.
En ég trúi að þú hafir dáið fyrir mig, verið grafinn og risið upp aftur. Vinsamlegast bjargaðu mér að eilífu og gefðu mér gjöf eilífs lífs. Ég treysti aðeins á þig og ekki lengur í mínum eigin góðverkum. Þakka þér fyrir, Jesús. Amen.